Góðan daginn, ég heiti Guðmundur Páll og ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna upptekt á konbrjót. Þetta sem sagt verkefni sem að ég tók mér fyrir hendur var upptekt á Svetala Roadmaster 4000 konbrjót árgerð 1999. Brjóturinn í eigu Skútabergs EHF og var keyptur þangað í júní árið 2000 og hefur verið í þeirra eigu síðan. Brjóturinn keyrður í kringum 30.000 vinnustundir og hann búinn að ferðast út all land og koma við mörgum námum á leiðinni og vinna margs konar efnistegundir. Hugmyndin kviknaði þegar ég var í vinnunni og var að skoða brjótinn með pabba mínum eftir að brjóturinn hafði bilað. Þegar við vorum að meta ástandið á honum þá nefndi ég við pabba að þetta geti nú verið tilvalið lokaverkefni ef að yrði eitthvað úr þessu. Sem að það varð svo sannarlega. Ég var þó líka búinn að vera að vinna mikið í kringum brjótinn ásamt í að mala með honum og hafði alltaf mikið pælt í því hvernig þetta virkaði allt saman og langaði í dýpri þekkingu á þessu sviði. Þetta fannst mér því tilvalið tækifæri til þess að auka skilning minn á tækinu ásamt því að koma brjótnum aftur í það stand sem hann á að vera í. Markmið verkefnisins var að auka þekkingu mín á tækinu sem unnið var með. Einnig var það að auka færni í að meta ástand íhluta, slitmæla og taka ákvarðanir hvort að hægt sé að nota hlut aftur, gera við hann eða hvort að þurfa að endurnýja hann. Einnig auka færni og þekkingu í nákvæmum mælingum þar sem ég þurfti að stilla saman íhluti af mikilli nákvæmni og með vönduðum vinnubröðum. Ég horfði á þetta verkefni þannig að ég fekk að taka tæki sem var ónotæft í því ástandi sem það var og gera það notæft og gera það á mína ábyrgð sem að ég tel að sé mikill lærdómur. En hvað er konbrjótur? Konbrjótur í stuttu máli bara sver öxull sem leikur inn í fóðringu sem að er hjámiðja. Þegar að brjóturinn byrjar að snúast, býr fóðringin til hjámiðja hreyfingu á öxlinum. Efri endi öxulsins snýst í legu en neðri endi öxulsins situr á kopartölu á botni brjótsins. Keila er svo steypt á öxul brjótsins sem brýtur hráefnið. Konbrjótar eru notaðir til þess að vinna efni í vegi, bílaplön, efni til malbiksframleiðslu, klæðningarefni og ýmislegt fleira. Konbrjótar hafa mjög breitt vinnslusvið og henta því mjög vel ef vinna þarf mismunandi efnistegundir á sama staðnum. Konbrjótar geta brotið inn ýmsu efni, til dæmis klöpp, ármöl, móberg, skriðuefni eða járngrýti. Konbrjótar þurfa þó yfirleitt forbrjót til þess að forvinna efnið áður en þeir taka það inn og geta því yfirleitt ekki unnið einir og sér. Konbrjótar geta verið drifnir áfram á ýmsa vegu en þeir geta verið rafdrifnir, glussadrifnir eða beindrifnir af dísilvél. Og þetta eru algengustu útfærslunar. Rafdrifnu brjótarnir hafa þann kost fram yfir hina að geta keyrt á landrafmagni og þurfa því ekki að keyra díselrafstöð. Það spara bæði pening í olíu og viðhaldi og svo er þetta líka umhverfisvænasta leiðin. Bilanagreiningin. Það sem að gerist er að brjóturinn búinn að vera að vinna í dágóðan tíma og þegar á að fara að drepa á heyrast einhver óhljóð í brjótnum. Það er drepið á honum leið og það sem tekur við er bilanagreining. Ég byrjaði á því að taka reimarnar af sem drífa brjótin. Það var gert til þess að reyna einangra óhljóðin. Hvort að þetta væri í brjótnum eða í rafmótor sem að drífa brjótin. Þegar reimarnar voru komnar af var alveg greinilegt að það voru farnar legur í drifhúsinu á brjótnum. Sundurtektin. Sundurtektin var eitt stærsti og mikilvægasti hluti verkefnisins. Markmiðið var að taka brjótin alveg í sundur til þess að komast að skemmdum í drifbúnaði og meta ástand allra helstu íhluta.
Fyrst var toppurinn hífður ofan af og svo öxullin hífður upp á brjótnum. Síðan var brjóturinn sjálfur hífður af hjólastellinu og flutturinn á verkstæði þar sem hægt var að vinna í honum við betri aðstæður. Mikil áhersla var lögð á skipulagða vinnu og að taka myndir af hverju og einu skrefi sem átti bæði að hjálpa til í samsetningaferlinu og við úrvinnslu á skýrslunni. Þegar brjóturinn var kominn í sundur kom í ljós að verkið var mun umfangsmeira en fyrst var talið. Dreyfus hafði náð að skemma út frá sér meira en nokkuð grunaði og einnig voru hinir ýmsu íhlutir komnir á tíma. Við sundutektina lærði ég mikið á uppbyggingu og virkni brjótsins og fékk betri skilning á því hvaða hlutir í brjótnum slitna mest. Sundutektin krafðist mikill af þolinmæði, nákvæmni og góðra samvinnu við aðra sem komu að verkinu. Ástandsmat íhluta og pöntun varahluta. Þegar búið var að taka brjótin alveg í sundur, hófst vinna við að meta ástand allra helstu íhluta og ákveða hvað þyrfti að endurnýja. Fljótlega kom í ljós að sumir hlutir voru það illa farnir að ekki kom til greina að nota þá aftur. Drifhúsið var til dæmis mjög illa farið, pinjónhjólið skemmt og kamburinn illa farinn. Einnig voru koparfóðringar orðnar mjög slitnar og orðið lítið eftir á smurröfum á sumum hlutum, sem hefði getað valdið frekara sliti og skemmdum síðar meir. Því var ákveðið að skipta út helstu slitflötum, endurnýja ýmsa íhluti eins og til dæmis koparfóðringar, kopartölur, rykþéttiringi, pakningar og fleira. Markmiðið var að gera viðgerðina þannig að brjóturinn yrði sem áreiðanlegastur og getið unnið vandræðalaust til margra ára. Allir varahluti brjótsins voru pantaðir frá CMS Sepcor sem er breskt fyrirtæki. Þeir eru með risastórt renniverkstæði og smíða varahlutina alveg frá grunni af mikilli fagmennsku og hafa þeir reynst mjög áreiðanlegir í brjótavarahlutum. Skútaberg hefur í gegnum tíðina átt mikil viðskipti við þá og þeir hafa verið mjög þægilegir í öllum þeim viðskiptum sem þeir hafa átt við þá. Því var engin ástæða til þess að fara að leita neitt annað. En síðan er skemmtilegt að segja frá því að ég fór ásamt fleiri fulltrúum Skútabergs og hitti starfsmenn CMS Sepcor á einni stærstu tækjasýningu í heimi, Bauma. Þar var þetta að spjalla beint við strákana sem var mjög fróðlegt og skemmtilegt. Samsetningin. Þegar allir íhlutir höfðu verið hreinsaðir, skoðaðir og nýjir varahluti komnir var hafist handa við samsetningu brjótsins. Áður en samsetningin hófst fóru margir klukkutímar í þrif á íhlutum og samsetningaflötum til þess að tryggja allt væri hreint og í sem bestu standi áður en væri byrjað að raða saman. Svo hófst samsetningin sem að gekk bara mjög vel. Þetta var mjög mikil kranavinna og þú þurft að vanda sig mjög vel við þetta, sérstaklega með koparfóðringarnar. Og var það drifmálið. Pakningabil reiknað. Hafa farið vel yfir hvernig pakningabil væri fundið út í viðgerðabókinni yfir brjótin. Í bókinni var talað að þetta ætti að taka sér góðan tíma í að framkvæma mælingar og nota nákvæm og viðurkennd mæliverkfæri. Ég notaði mikromælistiku til þess að framkvæma mælinguna og tók nokkra mælingar og bar saman. Þegar ég var komið með áreiðanlega mælingu þá gat ég reiknað út rétta þykkt á pakningu. Það sem að þessi pakning gerir er að stilla hversu langt pinjónhjól gengur inn á kampinn og hefur þetta pakningabil því allt að segja hvernig dreifbúnaðurinn og eftir að vinna og endast. Svo voru það mælingar á drifslæðinu. Þær voru framkvæmdar þegar að dreifhúsið var komið í brjótin en mælingarnar voru framkvæmdar eftir leiðbeiningum og viðgerðabók þar sem að farið mjög ítarlega út í hvernig ætti að framkvæma verkið.
En í þessum mælingum notaði ég sveifarásklukku til þess að mæla slagið í drifinu. Teknar voru 4 mælingar úr einum hring á trissunni og svo reikna meðaltalið af þessum mælingum. Gefið var upp hámarks- og lágmarks drifslag í viðgerðabókinni og þar var mælt með að vera í efri mörkum. Þessar mælingar gengu heilt yfir mjög vel en þær tóku þó mun meiri tíma en mér hafði nokkuð tíma grunað. Fyrsta gangsetning. Brjóturinn kominn saman og allt klárt fyrir gangsetningu sem var spennandi en á sama tíma pínu stressandi. Fyrsta gangsetningin gekk þó vel. Ég byrjaði á því að ræsa oljudælu, lét hana ganga í dágóða stund áður en ég ræsti brjótinn. Þegar búið var að ræsa, þá skoðaði ég oljumæla og þar var allt í standi. Þegar hann var búinn að fá að ganga tómur í dágóða stund, þá létum við hann hafa það og mókuðu við hann grjóti. Og hann tók vel við því eins og hann hafði svo oft áður gert. Það er ekkert vídeo. Helstu áskoranir. Helstu áskoranir voru að mæla og reikna rétt pakningabeil fyrir drifhúsið. En þar þurfti ég að mæla með míkrómæli upp á mikla nákvæmni og átti þessi mæling eftir að hafa allt að segja hvernig drifið myndi vinna og endast þegar allt væri komið í gang. Einnig var þó nokkuð áskorun að mæla driftslægið á milli kams og pinjón en það var gert með sveifarásklukku upp á mikla nákvæmni en þessi mæling var einnig mjög mikilvæg og krafðist mikillar vandvirkni. Svo var einnig mjög mikil þreifavinna sem að þurfti að sinna og í það fóru rosalega margir klukkutímar og þetta er vinna sem að sést oft ekki en er alveg rosalega mikilvæg og auðveldar mikið samsetningaferlið ef að þetta er vel gert. Einnig var mikil áskorun að hífa kopahóðringarnar saman vegna þess að þær máttu alls ekki fara skakt saman og þurfti mikla vandvirkni við það. Maður fann strax ef að koparinn fór eitthvað skakkur saman og hann var alveg rosalega viðkvæmur fyrir því. Niðurstaða. Niðurstaðan úr verkefninu var mjög góð og gekk viðgerðin á kombrjótnum vel. Verkefnið veitti mér mun dýpri skilning á uppbyggingu og virkni kombrjóta þar sem ég fekk tækifæri til að skoða brjótin og taka hann alveg í sundur, skoða alla helstu íhluti, setja hann svo saman aftur. Ég öðlaðist einnig mikla reynslu í bilanagreiningu og ég að meta slit og skemmdir á íhlutum. Ásamt í að taka ákvarðanir hvað þyrfti að endurnýja og hvað væri hægt að nota aftur. Í verkefninu jók ég einnig reynslu mína í að vinna með nákvæm mælitæki og framkvæma mjög nákvæmar mælingar. Sérstaklega við stillingu á drifbúnaði þar sem að allt þurfti að vera upp á 10. Ég áttaði mig einnig betur á mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðs undirbúnings. Verkefni gaf mér meira sjálfstraust í að taka ábyrgð á stærri viðhaldsverkefnum og sýndi mér hversu mikilvæg þolinmæði og nákvæmni eru þegar unnið með slíkan vélbúnað. Á heildina litið var þetta mjög lærdómsríkt verkefni sem mun nýtast mér vel í framtíðinni. Svo er ég með hérna sérstaka þakkir. Ég vil þakka Skútaberg EHF fyrir alla aðstoðina í verkinu og fyrir alla þekkingu og reynslu sem að ég öðlaðist á meðan verki stóð. Einnig vil ég þakka fyrir trausti sem ég var gefið til þess að framkvæma upptektina. Takk fyrir mig. Spurningar? Hann er 2
250. Ég er með heimildamann í salnum hérna. Það er 160. Slægið mátti vera 2 millimetrar hámarki og það mældist einhverjir 2,03 rétt yfir mörkum, þannig að við létum það bara vera eins og það var, sem var mjög þægilegt. Góðir.